Sælt fyrir fólkið. Þegar jólin koma, þá eru margir sem vilja líta aðeins meira inn á við og skoða svona sín gildi og lífsviðhorf. Og þegar jólin ber upp á tíma sem einkennist af mikilli óvissu og jafnvel kvíða, eins og krepputímar hljóta að gera, þá er eins líklegt að fólk sé tilbúnara en oft áður til þess að endurskoða sínar hugmyndir og varpa jafnvel fyrir róða hugmyndir sem áður töldu sjálfsagðar og tileinka sér nýja hugsun. Páll Skúlason, fyrrverandi rektor Háskólans og heimspekiprófessor, hefur bæði í ræðu og riti sagt að sú hugmyndafræði sem hefur drottnað í okkar samfélagi undanfarin ár sé hættuleg mannlegu siðferði. Páll verður viðmælandi í þessum þætti og við ætlum meðal annars að fjalla gildin í samfélaginu, hvað það er sem þjóð getur átt dýrmætast og einkavæðingu hugarfarsins. Og vertu velkominn, Páll. Þakka þér fyrir. Þú hefur sagt nýlega að við lifum á spennandi tímum því að við séum að verða vitni að því þegar ákveðin heimur líður undir lok. En hvaða heimur er það sem þú telur að sé að líða undir lok? Já, sko, það er heimur sem að hefur stjórnast af ákveðnum hugmyndum. Við skiljum veruleikann á heiminn í ljósi hugmynda og skipuleggjum líf okkar í ljósi ákveðna hugmynda sem að við kannski yfirvegum ekki að gaggrínum neitt, heldur bara eru þarna. Og á hverjum tíma þá er sem sé ríkjandi ákveðin svona hugmyndafræði og ég held við höfum orðið vitni að því núna að ákveðnar hugmyndir hafa hrunið sem að segja yfir okkur og þar með heimurinn og við gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að eiginlega endurskapa heiminn, horfa á hann í ljósi nýrra hugmynda og nálgast hann öðruvísi. En hvaða hugmyndir eru það sem að hafa þá hrunið að þínu mati? Svo hugmynd sem dettur nú í hug núna að nefna sem svona mest lágandi og þegar við munum í framtíðin að horfa tilbaka og við erum þegar einhver liti byrjuð á þessu að tala það hugmyndin góðærið. Að þetta var árin þar sem að við nutum gífurlegs efnahagslegs ávinnings, allir eiginlega stemdu að því að vera ríkir, peningarnir streymdu inn í landið og allir voru að reyna að kaupa og eignast og velta vöngum yfir peningum og börnunum var kennt til að fara að hugsa peninga og svo framvís sem að það verði það sem mestu skipti. Og það er þetta efnahagslega góðæri sem að við höfum verið að lifa, sem búið að vera ákveðin held í óraunveruleiki fyrir okkur. Heimurinn hefur verið að mörgu leyti, eða fyrir mörg okkar, vissuleiti óraunverulegur að því leyti að peningarnir og efnahagurinn sem er undirstaða fyrir, sem við kallum hér góðæri, á að vera tæki til þess að lifa virkilega þá hamingjusömu góðu lífi, góðu mennsku lífi, þar sem við sinnum þeim gildum sem að felast í því að vera hugsandi vera, siðferðisvera sem að reynir að hugsa það að bæta heiminn, bæta mannleg samskipti og annað í þeim dúr. En það er eins og að góðærið, við höfum litið á góðærið sem markmiði sjálfur sér og að við vorum búin að ná markinu. Það er að segja við vorum búin að móta heim sem að svona ætti heimurinn að vera. Og það held ég að hafi ekki verið af hennu rétta. Peningarnir eru bara tæki en ekki markmiði sjálfur sér. En glemdu við þá kannski að tala eitthvað annað en efnahagsmál? Fannst þér þá eins og umræðan einkennist öll af því að efnahagsmálinn kemur fyrst og svo getum við hugsað eitthvað annað? Já, ég held það. Ég held að ákveðin efnahagshyggja, eða sem ég kallar tengin og reyndur á notaorðið hvað tala markaðshyggjuna, að hafi tröllríð í þjóðfélaginu og reyndar hafi gert það ansi lengi en smám saman náð algjörlega yfirhöndinni þannig að mörg mikilvæg mál sem að við þurfum að rækta og sinna í okkar samfélagi og þar á meðal bara stjórnmálin, líkum við að segja sjálf stjórnmálin, hvernig við ætlum að ráða ráðum okkar sameiginlega og taka sameiginlegar ákvarðanir, að þetta voru mál sem voru orðin aukaatriði. En þú hefur líka sagt að þetta sé áhugaverður tíma vegna þess að þjóðin sé að upplifa eitthvað saman. Já. En svona þegar frá líður kannski hruninu sjálfu sem varð í haust, er það ekki að koma betur og betur í ljós að fyrir sumum var þetta hrun bankakerfisins og einskorðast við það, fyrir aðra var þetta hrun kapitalismans og svo fyrir einhverja var þetta kannski mest persónulegt hrun. Er nokkuð þjóðin að upplifa það sama? Er ekki núna mennfarnir að skiptast í fylkingar hvað raunverulega gerðist?
þetta alveg hárrétt að reynsla okkar mjög ólík, mjög mismunandi eftir í hvernig þetta bar að. Hins vegar held ég að það sem sameiginlegt í þessari reynslu okkar allra sem Íslendinga, sem þjóðar, það að öryggisnetið okkar, svo má segja, ríkið hafi brugðist og ríkið svo stofnun sem við höfum sett á laggirnar sameiginlega og eigum sameiginlega sem á að sjá til þess að svona grundvallarhagsmunum okkar séu tryggðir og að hvorki óáran innanlands né utanlands, svo má segja, valdi því að allt fær úr skorðum. Og það brast, það gerðist eitthvað sem varðaði okkur öll. Og af því að Íslendingar, við erum ein heild sem þjóð, sem mjög merkilegt að vera þjóð, sjálfstæð þjóð, eins og Sigurður Nordal orðar á einum stað, smæsta menningarþjóð í heimi trúlega sem að lifi sjálfstæðu efnahagslegu, pólitísku og menningarlegu lífi. Og við öll tilhörum þessari heild og vitum alveg af því sem einstaklingar að við vitum það sem gefur lífi okkar gildi meðal annars að við tilhörum þessari heild, að hún skiptur okkur öll máli. Og þannig að við erum að upplifa eitthvað alveg sameiginlega sem mjög merkilegt. Það að segja að við verðum fyrir sameiginlegu áfalli og þar lendi hljótum einhvern veginn öll að takast á við það. En svo auðvitað afstaða okkar mjög ólík í þessari reynslu. En þú segir að ríkið hafi brugðist skyldu sinni og menn hafa þetta mjög ólíkar hugmyndir hversu sterkt ríkið eigi að vera. Getur einhvern veginn lýsti fyrir okkur hvernig hugsanlega ríkið var þá veikt? Já, ég held... Á árunum á undan þannig að það olli ekki hlutverki sínu? Ég held að svo hugmyndafræði sem að hefur ráðið mestu í þjóðfélaginu og bæði hjá stjórnvöldum og í fjölmiðlum og þessi hugmyndafræði markaðshyggjunnar sé fólgin í því að ýta undir þá hugsun að við skoðum og lítum á eiginlega öll samskipti sem viðskipti sem snúist það að kaupa og selja og að ríkið eigi að gera sem allra minnst, við erum sem frjálsir einstaklingar, við erum bara að hugsa eigin hag, við erum að reyna hver að skara elda sínu köku og þá hugmyndin svo að þetta muni skila sér til góðs fyrir heildina þegar upp staðið. Og það sem átt að segja á að þessi hugmyndafræði og þessi hugmyndumarkaði sem mjög góð og gild í efnahagslífinu, að hún gengur hugsanlega alls ekkert upp þegar hún færð út yfir önnur svið í mannlífinu, inn í fjölskylduna og inn í stjórnmálinn og inn í menntakerfið og svo framvegis. Þá gildir ekki þetta að við séum að standa í viðskiptum. Við erum ekki í business. Lífið ekki bara business. Þetta nú aðeins líka náðin í tungumálið. Ég ekki að kaupa þessa hugmynd. Já, það bara út allt. Það eins og við höfum farið að hugsa í þessum anda að mannleg samskipti séu viðskipti og það sem sko svo, mér líkur að segja svolítið óhugulegt við þessa hugmyndafræði það að hún sundrar okkur. Hún fær okkur bara til að kenna okkur að hugsa okkur eins og við lifum hver í sínum heimi, út af fyrir sig. Eignumst bara okkar hús og okkar bíl og okkar sumarbústað, förum okkar ferðir og þurfum ekki að eiga í neinum samskiptum við annað fólk nema þegar okkur þóknast. Þannig að allir eru þá að hugsa að skara elda sinni köku ef þessi hugmyndafræði ríkir og enginn að hugsa heildina og meira segja ekki ríkið heldur. Nei, það að segja að ríkið þá orðið þarna eins konar tæki til þess að reyna að mér líkur að segja sundur okkur þegar það á að samin okkur. En svo einfalt að segja að markaðshyggjan sé bara þannig hugmyndafræði að hún sé hættuleg samfélaginu? Er þetta einfalt að þetta niður í það? Já, á hverjum tíma eru ákveðnar hugmyndir, ákveðin hugmyndafræði og ég held að mig alveg sýna fram á hvernig þessi hugmyndafræði sem ég að lýsa, orðið hugmyndafræði reyndar ekki mjög gott, en þetta eiginlega meira og meira oft, þarf ekki eins og vera almennilega meðvitað það sem við erum að tala hér heldur, og ekki fræðilegt í sjálfu sér, heldur eitthvað sem svona hleypidómur, eitthvað sem gengur í klisjum. Að á hverjum tíma er einhvers konar svona hugmyndafræði, þjóðernishyggja var einhvers staðar, kommunismi var einhvers konar hugmyndafræði og annars staðar og hættan við svona hugmyndafræði ævinlega sú að hún eiginlega yfirtæki hugsanir manna, þeir fái eiginlega ekki gagnrýnin hugsun komist ekki að
En það ekki mitt eðli manns að menn eru leitandi alltaf að einhverju kerfi sem að þeir geta mátað allan sinn heim inn í og passar og það léttir þeim einhvern veginn lífi vegna þess að það er svo erfitt að vera sífellt hugsandi. Jú, en það er erfitt svolítið að vera sífellt hugsandi. Það er nákvæmlega það sem við þurfum samt að gera. Við þurfum að gagnrýna þessa allar hugmyndir sem að vilja ráðskast með okkur. Við eigum og viljum vera sjálfstæðir hugsandi verur og það erum við einlega, svo má segja, eðli okkar. Og það þarf að rækta það upp og fjölmiðlarnir þurfa að taka þátt í því. Skólarnir eru að sjálfsögðu þarna til þess að ala upp hugsandi verur sem að standa á eigin fótum og mynda sér eigin skoðanir og svo framvegis. Þannig að þetta er það sem að skiptir máli að við reynum að rækta sjálf okkur og samskipta okkar sem hugsandi verur. En það var ekkert í gríni sem þú sagðir í fílunni hérna fyrir einhverjum mörgum árum. Ég held að þú hefði sagt eitthvað á þá leið að það sé, sennilega ekki heppilegt að maður reyna að hugsa meira en svona 20 mínútur á dag því að það reynir svo mikið á mann. Það er rétt að því leyti að hugsun kallar á einbeitingu og við getum ekkert verið að einbeita okkur að því að hugsa svona sem djúpt og alvarlega nema tiltölulega stuttum tíma í einu, held ég og þannig að hugsunin kallar á að menn leggi eitthvað á sig og þá skilar það sér líka yfirleitt alveg eins og því þegar menn að gera eitthvað alveg sama hvaða gott menn þurfa að gera, menn þurfa að einbeita sér. En þú reynir að segja að þegar hugmyndafræði verður svona ríkjandi og þá alveg sama kannski hvaða hugmyndafræði það þá eru menn svona nokkurn veginn komnir á sjálfstýringu og hugsi bara, já, markaðurinn sér að þetta verður allt í lagi, hinn ósýnilega hönd markaðarins, hún mun lækna öll megin. Já, þetta er nákvæmlega það sem gerist og klísjur eins og það að öll samkeppni sé af hinu góða, sem að var nú eina af þessum setningum sem að dundi hér á okkur hefur dunað árabil, sem er bull. En hvar er samkeppni ekki af hinu góða? Samkeppni getur verið, samkeppni er ofta af hinu góða, sem sé, en þegar maður fullir það að samkeppni sé alltaf af hinu góða, þá segja mér vittlausu vegna þess að með tekja mörg dæmi þessa samkeppni sé skaðleg. Hún veldur því að fólk leggur allt of mikið á sig, freistast jafn eins og til að taka eins og íþróttamenn til að taka óeðlileg líf eða óheppileg. Hún getur orðið til þess í sambandi við kennslu eða samkeppni við í skóla að í raun og veru þá draga menn úr gæðum kennslunum til að þóknast nemendum, fá nemendurnar inn og svo framvegis. Það má taka ótal dæmi um það hvernig samkeppni er spillandi og það er gífurleg samkeppni reyndar eins og í skólastarfi, alltaf í skólastofunni og í vísinda- og fræðamannasamfélaginu þá eru vísindamenn sífellt í samkeppni. Þannig að það þarf eiginlega oft stjórnandi í skóla, hann þarf eiginlega að gæta þess að þessi samkeppni skaði ekki. Er það að segja að þeir mælikvarðar kannski sem er notað til þess að mæla hver kemur best út úr samkeppninni, þeir hafi kannski ekki endilega svo mikið að gera með námið sjálft og gæði menntunar? Nei, oft á tíðum hafa þessar mælikvarðarnir á það sem við köllum á svona ytri mælikvarðar, magnmælikvarðar og annað þess að það segja oft afskaplega lítið til gæði menntunar. Það sem að mestu skiptir er það að við gæðin er það að nemendurnir séu virkilega mótíferaðir, taki þátt í náminu, sérstaklega í háskóla sem þáttakendur. Það er mjög háskalegt held ég að nemendur í háskóla líti svo á að þeir séu þarna viðskiptavinir eða neytendur. Þeir eru ekki bara einfaldlega viðskiptavinir, auðvitað má tala þannig og skoða þannig að þeir eru þarna til að mennta sjálfa sig og þeir eru til að taka þátt í því að byggja upp fag eða fræðigrein og verða að vinna það með nemendum sínum, samnemendum og kennurum. En hver er þá þín viðbrögð því sem oft hefur heyrt sagt og menn hafa svona almennt verið sammála að nám sé einhver besta fjárfesting sem maður ræðst í? Er þetta besta lýsingin á námi? Nei, nám getur verið fjárfesting, það er að segja menn kosta miklu til, hvort sem þið borgar skólagjöld ekki, þá er dýrt að vera í skóla og mennta sig og auðvitað eru menn þar með að leggja ákveðin kostnað og þeir vonast til þess að þeir skili einhverju fyrir þá. En kjarninn auðvitað er sá að þeir eru að þroska sjálfa sig og læra til þess að verða hæfari í alla staði. Og þarna kemur ég inn á þetta með það að námið er gjarnan nám, alveg sama hvort í hvaða grein það er. Það felur í sér eiginlega 3 þætti. Það er að segja, það er auðvitað þekking, skilningur og ákveðnu viðfangsefni sem menn þurfa að tileinka sér og öðlast vald á.
og vera hæfir til að þroska, að þjálfa, að auka og svo kemur þessi þjálfunin, kunni vera fagmaður og svo það eiginlega þroskin, en manneskjulegi þroski sem fá við það að læra, það að segja reyna á sig, tileinka sér það siðferði sem að tengist hans í faginu sem menn að læra og eiga að axla þá ábyrgð sem fylgir því að læra viðkomandi grein því hún á að þjóna ákveðnu hlutverki í samfélaginu, hún fyrir aðra og svo framvegis. Menntun ekki bara fjárfesting einstaklingsins, hún fyrst og fremst fjárfesting samfélagsins og eins og hjá okkur að það var náttúrulega nánast allir nemendur kostaðir sem sé á opinberu fé, hvort heldur í einkaskólum ekki. Fyrst og fremst kostaðir því og svo leggja þeir auðvitað mikið á sig líka þetta þeir ekki að vinna á meðan og þetta auðvitað dýrt en þetta sko fyrst og fremst samfélagsleg fjárfesting vegna þess að þjóðfélagi nútímanum sem ekki kyndir undir því að borgararnir, þegnarnir mentist, það stenst ekki. Og það sem að við þurfum ekki bara menntuna bara til að vinna ákveðin til þess að standa í viðskiptum, við þurfum mentuna til þess að standa í því að byggja upp þær stofnanir sem við þurfum í samfélaginu almennt, bara hvar sem og líka við þurfum mentun vegna stjórnmálana okkar. Lýðræði kallar á það að þegnarnir séu menntaðir almennt sem allra mest. Þú hefur aðeins talað markaðinn og markaðshyggju. Markaðurinn hefur fylgt manninum frá örófi alda en markaðshyggja kannski tiltölulega nýrri hugmynd. Þetta skilja þig sem svo að þú sért á móti markaðnum, að það sé að markaðurinn sé ekki góð uppfinning mannsins? Nei, alls ekki. Sko. Ég reyndar hefur verið gagnrýndur af nokkrum félögum mínum fyrir að vera eiginlega of hallur undir markaðinn. Þar að mér finnst að frjálsmarkaður, þar sem hópur fólks getur í efnahagslífi, þar sem fólk getur átt í viðskiptum, selt og keypt vörur og það enginn sem að stjórnar verðlagningunni, þar að segja þetta hinn frjálsi markaður, að einhvern veginn hef ég alltaf trúað því að hann væri rökrétta og besta form sem við þekkjum í efnahagslífi og það eigi sem allra minnst að ríkið aðrir aðilar eigi að vera sem allra minnst að grípa inn í markaðinn. Það sem hins vegar þarf og ég held að höfundur, kannski áhrifamesti maður höfundur markaðs hugmyndirinnar þegar það fer að mótast með svona skipulegum hætti, Adam Smith, hafi gert sér fulla grein fyrir það að markaðurinn, hann virkar ekki nema að tvennt sé til staðar. Það að segja að lög og réttur sem að setja markaðnum ákveðna takmarkanir og sjá til þess að hagnaðar von manna menn fari ekki að brjóta á öðru fólki eða svo má segja, misnota einhvern veginn aðstöðu sína. Það eru ákveðna leikreglur sem að markaðsmaður verður að fara eftir. Það sem að tryggja það að samkeppnin sé heiðarleg. Svo hitt sem kemur einmitt í þetta orðið heiðarlegur að markaðurinn gengur held ég ekkert upp nema að fólk sé heiðarlegt. Það byggir á góðu siðferði. Það stundum talað að það sé ákveðið siðferði, viðskiptasiðferði til, en það svo? Er ekki bara til eitthvað eitt algilt siðferði sem ætti að ganga yfir allt, hvort sem menn eru á markaði eða ekki? Það eru til almenn ákveðin siðferðileg grunnlögmál held ég og það eru til ákveðna dygðir, það eru ákveðin verðmæti af siðferðilegum toga, svona grundvallarverðmæti sem að lúta meðal annars að því að til dæmis sem varandi réttlæti og ranglæti og annað þess háttar en þessi almennu atriði þau birtast í ólíkum myndum eftir aðstæðum þannig að við getum talað siðferði í stjórnmálum, siðferði í viðskiptum, siðferði hér og hvar og ég get sagt hver manneskja hefur sitt siðferði en það siðferði misgott en það sem sé ef við tökum viðskiptin og þá þetta ákveðin tegund af viðskiptir ákveðin tegund af samskiptum þar sem menn þar sem verða að taka tillit hver til annars, menn verða að menn mega ekki svíkja og pretta og svo framvegis þannig að mannleg samskipti og sérstaklega eins og viðskipti ganga ekkert upp nema af því við erum siðferðisverur. En það sem kannski veldur því að efnahagskerfið hér hrynur það að við höfum frjálsan markað
en hvorki lög og reglur né siðferði sem duga okkur. Það sem ég held að hafi farið náttúrulega hérna í fyrst, já, þetta eiginlega rétt hjá þér, held ég, það er eiginlega, það sem fer úrskeiðis hjá okkur þarna í fyrsta lagi varðandi ríkið, það að segja við gætum þess að það hef ekki verið sett þær lög og þær reglur sem að þarf til þess að sjá til þess að fjármálastarfsemi, sérstaklega bankana sem sé, hún fara ekki úr böndunum og síðan vantar lögin, það er ekki eftirlit og svo framvegis, og svo taka allir einhvern veginn þátt í leiknum. Þú hefur sérstaklega gagnrýnt náttúrulega stjórnmálin og stjórnmálamennina og flokkana fyrir að hafa ekki veitt þessu nægilegt viðnám og spila bara með. Já, ég held að það sé alveg augljóst mál að það er það sem gerðist og sem sýnir það að það er eitthvað að í okkar stjórnmálum, eitthvað djúpt. Hvað getur það verið? Já, ég held að það sé einfallega það sem þarna er það að við höfum bara alls ekki ræktað stjórnmálin sem skyldi og við höfum haft ranga afstöðu, margir Íslendingar, til stjórnmála og sérstaklega höfum við ekki gætt þess að við berum öll sem borgarar ábyrgð á ríkinu. Það er okkar mikilvægasta sameign, réttarkerfið, framkvæmdavaldið, Alþingi og svo framvegis þetta. Og þarna höfum við haft iðulega og síðan með þeim stofnunum sem við þurfa til þess að halda utanum almannaheill, svo maður sé að okkar sameiginlegu hagsmuni. Við höfum vanrækt þetta. Við höfum eiginlega, mér líka að segja, við höfum kannski ætlast til þess að það veri einhver bara lítill hópur fólks, lítill hópur manna, svo kallaði stjórnmálamenn, sem ættu bara að sjá þetta fyrir okkur. Og það bara stjórnmálaheimurinn, hann gengur ekki upp þegar þessi afstaða er. En skiptir það þá kannski sköpum hvort við lítum svo á að stjórnmálin séu fag í sjálfu sér, þar sem þú lærir það vantarlega stjórnmálafræði eða eitthvað sem... Já, stjórnmál eru bara ekki fag. Það er bara röng hugsun. Stjórnmál er umfjöllun borgaranna bara sín sameiginlegu mál. Það sem að þeir koma sameiginlega að því að ákveða hvernig þeir vilja telja sínum sameiginlegu hagsmunum best borgið. Það er það sem stjórnmál eru. En nú eru flestir sem eru í stjórnmálum atvinnum pólitíkusar. Já, ég held að það sé slæmt, raunar. Og hefur það grafið undan stjórnmálalíf okkar? Já, ég held það. Ég held að það sé rámt að líta svo á að auðvitað við þurfum fyrst og næst að hafa embættismenn sem eiga að sjá til þess að réttarkerfið og stofnanirnar gangi, en við þurfum fyrst og fremst að hafa sem fulltrúi í stjórnmálunum fólk sem með heilbrigða skynsemi sem að þekkir þjóðlífið, sem átta sig á því hvernig almenningur hugsar, kannar skilur hvernig fólk er að hugsa út í atvinnulífinu, inn í menningarheiminu og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé alltaf hættulegt ef að menn verða atvinnustjórnmálamenn og einangrast eiginlega frá þessum veruleika og líta svo á að þeir eru að hugsa fyrir fólk. Það getur enginn hugsað fyrir, eða á ekki að vera þar, við eigum ekki að vera í heimi þar sem er hugsað fyrir okkur. En hefur þú veltið fyrir þig hvort að innan stjórnmálana hafi orðið til einhvers konar, já, að þeir hafi yfirfært markaðshugmyndirnar lögmálin, frambúð eftirspurn og svo framvegis og að hver skari elda sinni köku. Hefur það orðið of áberandi í stjórnmálalífi okkar? Ég held að það sé ekki nokkur vafi að svo hugmyndafræði sem hefur verið áhrifamest í stjórnmálunum, að hún hefur verið mjög höll undir þetta. Og ég held að leiki ekki nokkur vafi á því ef við lítum tilbaka núna 10-15 ára aftur í tíman að margar okkar mikilvægustu stofnanir, opinberu stofnanir hafa veikst stórlega vegna þess að menn voru töldu að það ætti að draga sem mest úr umsvifum ríkisins og efla sem mest einkageirann og einkaframtakið og allt það. Ég held að það sé og vafalaust er margt jákvætt eða gott það að segja. Það er að segja í mínum huga þá ríkið ekki að vera að vasast í alls konar rekstri. En ríkið þarf að sjá til þess að ákveðnir hlutir séu gerðir. Og það sé tryggt með lögum að almannahagsmunir séu tryggðir. Hvernig sem ríkið fer að því að sjá til þess, það er svo annað mál. Síðan hefur ríkið þetta gífurlega mikilvæga eftirlitshlutverk að sjá til þess bæða eigin stofnanir og aðrir sem starfi í samfélaginu að þeir virði lög og rétt og ógni ekki, ger ekki neitt sem getur ógnað almannaheill. Það er grundvallar hlutverk ríkisins. Mér langar aðeins að staldra betur við stjórnmálaflokkana vegna þess að það eru svo margir sem hafa hreinlega mist trú
á öllum flokkum og það segja það bara stjórnmálalíf landsins í heild. Hefur þú einhverju trú á að það sé hægt að endurreisa stjórnmálin með þeim flokkum sem nú eru og þeim aðalpersónum sem hafa leikið á því sviði undanfarið? Nei, ég hef satt að segja ekki mikla trú á því allavega held ég að það sé alveg ljóst að þeir sem hafa leikið hvað mikilvægust hlutverk að undanförnu í því sem í þeirra atburðar sem hér eru orðið á síðustu árum að ég held að þjóðin treysti þeim ekki til að halda því áfram. Nú er ég ekki að tala nú skiptir persónuna hér ekki máli vegna þess að ég er ekki að tala þær vegna þess að það getur vel verið einhver aðrir hefur verið leikendurnir í þessu. Ég held að það sem gerist að þetta fólk sem þarna það lendir í því að vera ábyrgt jafnvel þegar fyrir hlutum sem að það kannski gerði sér ekki grein fyrir að gætu gerst. Það sem ég er að segja er það að ríki okkar var orðið það veikt, við erum búin að veikja okkur það ríki að það bregst og þannig að það er það sem að gerir stóra spurningin sem að þú ert að spyrja er það hvernig byggjum við upp íslenska ríkið aftur og endur, einlega, mér líka að segja, endur sköpun stjórnmál okkar þannig að þau geti virkað. Ég bara, kannski er komið að trúarlega nótur hérna, en ég bara hugsa, er hægt að halda áfram áður en menn hafa axlað ábyrgð og iðrast? Nei, það held ég ekki, Ég held að þessi ljóst að við þurfum að taka til. Það þarf ákveðin hreinsun eiga sér stað í okkar hreinsun eða hvernig við þurfum að einhverja tiltekt verða. Það þarf að vera einhver uppstokkun í stjórnmálunum. Það sem ég ætlaði að koma er það að aftur að siðferðinu í þessu sambandi. Ég held að við verðum Íslendingar burt sér frá því að við þurfum að gera upp málin og allt það og gera upp sakirnar, svo má segja, við það sem er að gerast. Þá þurfum við að átta okkur á því að verkefnið er að núna framundan að rækta íslensk stjórnmál á nýjan hátt með virðingu fyrir þeim gildum sem þar skipta mestu máli í ljósi þeirra hugmynda sem mestu skipta sem við viljum hafa og sjá á þessum vettvangi og við þurfum að nýta þá flokka sem þarna eru eða búa til nýja flokka eða endurskipuleggja þetta, hvernig við finnum þá fólk til þess að gegna þessum hlutverkum. En það er í mínum huga þá er alveg ljóst að það eru ákveðnar hugmyndir sem við þurfum núna að leggja alveg sérstaklega rækt við í stjórnmálum. Og hver eru þær? Ja, það eru þær hugmyndir sem að eiginlega mér líka að segja að sem ég hefur að segja markaðshyggjan hefur verið ýtt út af borðinu. Þannig að þó að markaðurinn sé góður og við þurfum að varðveita markaðinn og við þurfum að varðveita viðskiptafrelsið og þess að þá megum við ekki láta held í þessa hugmyndafræði sem tröllur í það í stjórnmálunum og þær hugmyndir sem að hafa verið ýtt á borðinu og við höfum séð hvað hefur gerst í okkar þjóðfélagi snerta í fyrsta lagi það er ójöfnuður, það er stór aukist ójöfnuður í okkar þjóðfélagi og ójafnræði þannig að það eru ákveðnir hópar sem að fengi alveg óeðlileg völd í okkar þjóðfélagi og okkar þjóðfélag hefur að mörguleyti verið mér líka að segja í einhverjum óraunveruleika hvað þetta var. Lítið þjóðfélag þolir ekki mikið en ójöfnu eða ójafnræði. Þú ert að tala fáa auðmenn sem hafa haft gríðarvöld. Já, sérstaklega það sem er mjög slæmt fyrir þjóðfélag, óheppilegt og óeðlilegt og skapar. En ef að markaðurinn er frjáls, er hægt að koma í veg fyrir þetta? Það er alls konar hluti sem hægt er að það þarf lög og reglur, markaðurinn verður að fara eftir lögum og reglum og það gengur ekki að einn aðili eigi svo mikið í samfélaginu. Þetta markaðurinn og íslensku markaður, það er engin sérstaklega frjáls markaður hér vegna þess að hér er einokunarstarfsemi hefur verið tíðkast og það hefur lítill hópur sem hefur verið að ráðskast hér með hluti sem með alveg ótrúlegum hætti, þannig að það er það sem að segja lög og reglur okkar hafa alls ekki verið sem skildi, þannig að þarna þessu þarf að breyta. En mér langar aðeins að núna staldra við þetta fólk sem hefur haft völd í samfélaginu, samfélagi sem hefur núna farið á hausinn. Hvað finnst þér þetta fólk eigi að gera til þess að ríkið verði sterkt á ný og íslensk þjóð geti reisið upp? Ég kem aftur á hugmyndunum sem ég var að tala um, að við þurfum að hugsa upp leiðir til að efla jöfnuð, jafnræði og jafnrétti í þessu landi, held ég meðal þjóðs. Það er í mínum huga alveg það mikilvægast í öðru lagi. Það sem við verðum að fara núna reynir á nýsköpun held ég í hugsun.
hjá okkur og en þess að það mikilvægasta nýsköpun ekki fólkinu því að finna einhverja nýja tækni heldur að hugsa nýjar hugmyndir og endurvekja gamlar hugmyndir þannig að það kvikni og leiði til þess að við getum horft til framtíðar það hvernig við byggjum heiminn saman og það er samvinnuhugmyndin. Það sem ég virðist að hafa talað gegn samkeppni sem allir segja sig jákvæð og ég segi líka jákvæð en menn segja bara að samkeppni sem skiptir máli þar sem menn að gera þeir að ítóta borðinu samstarfs- og samvinnuhugmyndinni sem var nú hér einu sinni fyrr á síðustu öld mjög mikilvæg í okkar samfélagi og ennþá grundvallar hugmynd í mannlegu samskipti. Já, en getur sama fólkið og hefur stjórnað hérna einfaldlega sagt, já, ég er búin að skipta hugsunarhátt. Ég get haldið áfram að stjórna vegna þess að ég er búin að stunda hérna nýsköpun í hugsun. Ég held að sko við eigum fólk getur yfirast og bætt ráð sitt og komið inn þannig ég held að það sé hérna alveg heilt og svo ég takja fram að í sambandi stjórnmálin að ég held að heiðarleiki í stjórnmálum á Íslandi sé verulegur. Ég held að sé ákveðin töluvert mikil spilling í efnahagslífi okkar en ég held ekki að það sé mikil spilling í sjálfu sér alls ekki meðal fólksins í stjórnmálum. En ef að það er heiðarleiki innan stjórnmáluna almennt á Íslandi þá veltir maður í samt fyrir sér hvers vegna var það ekki sá heiðarleiki sem réð för? Hvers vegna gat þetta gerst? Ég held að það hefur verið, ég morða það svo gáleysi. Það er að segja það er einfaldlega að mér líka að segja góðærið, bara það blekkti menn einhvern veginn og menn auguðu ekki að sér og menn þó þessi landráð á gáleysi eru landráð eftir sem áður. Það er að segja ábyrgðin verður ekki frá mönnum tekin en það er engin ásetningur, engin illvilji, þetta átt alls ekki að gerast og ég held við sko stjórnmálamenn okkar almennt eru heiðarlegir og vilja vel og vilja vinna almanna heill. Ég held bara þeir hafa ekki gert það eftir réttum leiðum. Aðalatrið það að ekki að ætla og alls ekki vona það að komi einhver frelsari eða frelsendur hérna sko inn sem að allt í einu segir núna einhverju leiðtogi sem að segja okkur, vísa okkur veginn til framtíðarlandsins. Sko. Ég held ekki að það sé það sem við erum að bíða og það einmitt, ég held að íslensk þjóð í dag og við bara hver einstaklingur fyrir sig, hann verði aðeins að hugsa sinn gang sem borgari, þess að segja í hvaða skilningi viljum við vera saman Íslendingar og taka hvað vil ég og hvað vilt þú, hvað viljum við leggja til þess að byggja upp okkar sameiginlega veruleika. Það er pólitíkin. En þú talar sameiginlega veruleika og auðvitað hefur fólk alls konar hugmyndir hvað það var raunverulega sem hrundi. En hvað á þessi þjóð raunverulega sameiginlegt sem hún hefur þá að byggja á? Því nú hefur við enga peninga til að byggja á. Sko, satt að segja held ég að við stöndum alveg ótrúlega vel að vígi og að mörgu leyti, sko, við náttúrulega við eigum landið. Ísland, þetta stórkostlega land sem hefur býður upp á gífurlega möguleika sem að við höfum nú verið að nýta kannski með svolítið vafasömum hætti, hugsanlega í sambandi við þessi virkjanamála, við þurfum aðeins að hugsa okkur gang þar. Þú meinar að friðun sé líka nýting? Já, sjálfsögðu það getur verið það og núna náttúrulega þá þurfum við hugsanlega að hugsa samskipti hér við útlendingar sem með nýjum hætti. Við eigum landið, við náttúrulega eigum tunguna og söguna og við eigum margar mjög góðar stofnanir, opinberar stofnanir, sem að ég held að því miður hafi mörgum hafi fundist en hefur ekki liðið vel kannski á undanförnum mjög vegna þess að þeim hefur fundist að ríkisvaldið einlega kærði sig ekkert þær. Sko. Þarna eigum við samt, held ég, í skólakerfi landsins og í heilbrigðisstofnununum og mjög víða í okkar opinbera lífi, þá eigum við mjög góðar stofnanir sem þarf að leggja rækt við. Og við þurfum einhvern veginn að fara að leggja rækt við hið sameiginlega. Og þetta er ekkert einfalt mál. Ég er ekki að segja það sé mitt. Ég held að það er miklu einfaldar að geta bara sagt ég á þetta fyrir mig og sér. Það er erfitt að eiga hluti saman. Og
Og þess vegna það sem margir vilja segja, þess vegna markaðurinn lausnarorðið, sko, miklu betra bara að fela einhverjum bara skipta kökunni og ef þetta gengi upp þá kannski allt í lagi, þetta bara ekki hægt. Við setjum uppi með það að verða að lifa saman og eiga hluti saman. En hvort finnst þér líklara úr því sem komið að við reynum að nýju að endurreisa þjóðfélag þar sem að efnisleg gæði eru mikil og fólk hafi mikla peninga milli handa, eða við reynum að endurreisa landið á einhvern nýjan hátt. Stundum finnst manni eins og þetta fari allt aftur í sama farið. Ég alveg sannfærður það að þetta fer ekki aftur í sama farið. Það getur ekki farið aftur í sama farið vegna þess að við höfum áttað okkur á því og þjóðin hefur áttað sig á því að þessi hugsunarháttur sem hefur ríkt hjá okkur á undanförnu, hann leiðir ekki til þess sem við viljum raunverulega. Og það sem við þurfum að stefna er sem sé annars konar góðæri. Sem þá? Já, sem er fyrst og fremst bara, mér líka að segja, sko manneskjulegra góðæri eða siðferðilegt góðæri eða menningarlegt góðæri en ekki, og pólitísk góðæri. Það er það sem ég sko við Íslendingar, ég held að við státum okkur af mjög merkri sögulegri hefð og fyrsta alþingi og þess að við ættum að reyna að endurvekja þá gömlu hefð og aðeins að hugsa það hvernig okkar fyrstu forfeður fóru að því að hanna sitt ríki, hanna Ísland og gerðu það með alveg stórkostlegum hætti, stórkostlega merkilegum hætti, og við þurfum að gjöra svo vel að nota þetta makkalausa hugtak nýsköpun, held ég þarna, núna, sem sé að athuga hvernig við ætlum að skapa landið, sko. Nýtt árið framundan, skulum sjá hvernig nýsköpunin verður þá. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis fyrir spjallið.